Hann komin hingað Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, velkominn. Takk. Ég var að tala hérna við fólk áðan eflingadeiluna og það mikið lögfræði í því og dómsalir og eins og við séum svona sokkin inn í Njálu. Þú ert eiginlega á öllum dómstigum, eða ekki? Já. Já, ég hef verið í réttarsölum undan vikur. Og hvaða mál eftir með? Já, í Hæstarétti núna bara í vikunni, þá féll dómur í máli ÍL-sjóðs sem eiginlega stór furðulegur, sko. Og þú tapar því? Já, við vorum svo sem áttum ekki aðild að því máli, en við fylgdumst vel með því og studdum við svona bakið á því máli, eða studdum það mál, en það er þannig að furðulegt á ákveðnum tímabili voru gefin út veðskuldabréf eða íbúðasjóðslán og sem vantaði í skilmála uppgreiðslu. Samt sem áður dæmir Hæstiréttur eins og að skilmálin hefði verið í... Hefði átt að vera það. Já, og fólk átti bara að vita það að það átti að borga 11% uppgreiðslugjald af lánum sínum. Sem náttúrulega bara verið að læsa fólk inni í óhagstæðum lánum á meðan allir aðrir gátu Þetta þengist náttúrulega íbúðalánasjóðsmálinu þar sem var gefið út óuppgreiðanlega skuldabréf langt fram í tímann sem er að kolfast og detti í hausinn á okkur núna. Og stuttu síðar að þá fór í gang samkeppni á lánamarkaði og bankarnir komu inn og þá lækkuðu vextir. Þannig að þú varst nýkast í nýbúin að taka lán og vildi greiða þetta lán upp og taka lán hjá KB-banka eða eitthvað. Já, eða einhvers staðar, já. Og fólk gerði þetta, en þeir sem voru með þessa... Þeir sem voru með þessi lán, þeir þurftu að borga 10-11% uppgreiðslugjald sem er náttúrulega bara alveg og núna fólk kannski að taka 50 milljónir króna skuldir, þannig að við erum að tala að það hefur borgað kannski 6 milljónir til að losna við. Nákvæmlega, og á sama tíma voru hinir með kannski 1-2% uppgreiðslugjald, þar að segja þau lán sem eru með uppgreiðslugjald, þau eru svona á bilinu 1-2%. En stundum er það sagt með Hæstarétt að þegar það eru miklir hagsmunir ríkisins að þá dæman í takt við það. Því að baku kannski þessa sem er að losna við 5-6 milljónir er það ef að hefði verið dæmt heimi vil að þá hefði þessi 400 milljarðar skuld íbúðalánasjóðs kannski hækkað 60 milljarðar. Já, og ég hef heyrt þessa kenningu, og þetta er náttúrulega svakalegt ef satt er, Ég held að þetta sé nú við nefndum nú Jón Steinar Gunnlaugsson, ég held að þetta sé deilt á dómaran í bókinni sem hann skrifaði fyrst, sé mitt bent á það að Hæstiréttur hafi þessa tilneyingu að þegar það eru svona miklir hagsmunir ríkissjóðs á móti kannski eins og þú ert alltaf að fást við, það sem að hver fyrir sig er kannski með litla en í þessu tilfelli töluverða, að þá hefur Hæstiréttur Íslands, eða hafði á þeim tíma, tilneyingu til þess að ekki búa til þennan stóra skaða fyrir ríkissjóð. Já, það er bara svakalegt ef satt er. Það fer þetta mál út eins og oftar ekki? Ég bara átta mig ekki á því, þá eflaust eftir að taka ákvörðun það. Og það eru einstaklingar sem eru bara að reka þetta sjálfur? Já, það er það. Hver er hetjur? Já, en svo getum við fært okkur niður eitt stig, dómstig í Landsrétt. Hvað gerist þar? Þar fyrir 2 vikum síðan, þá var tekið fyrir meiðyrðamál. Ég var dæmdur í héraði fyrir meiðyrði gagnvart smálánafyrirtækjum. Og hvað sagðirðu? Þú mátt endurtaka það. Ég má endurtaka því að ég var sýknaður í Landsrétti. Ég sagði bara að við teldum þessi fyrirtæki vera glæpafyrirtæki og ekki opinberlega. Ég sagði þetta í tölvupósti til greiðslumiðluna fyrirtækis í Danmörku og Noregi í ágúst mánuði 2020 og taldi upp bara langa sögu þeirra hér á landi og hvernig þeir færu með neytendur og hvernig þeir væru alltaf að víkja sér undan það sem, bara eins og við sáum þetta væru bara glæpafyrirtæki og nú má ég segja aftur að mér finnst þetta að vera glæpafyrirtæki. Hvað náðu þau í þess að posta? Þau náttúrulega væntanlega hafa greiðslumiðluna fyrirtækins áframsent þau til þeirra til þess að fá viðbrögð þeirra við þessu en varstu dæmdur í héraði? Ég var dæmdur fyrir þetta, fyrir fern ummæli mín í þessum tölvupósti voru dæmd ómerk en sem betur var þessu snúið í Landsrétti þannig
eitthvað réttlæti. Og þetta fer ekki upp í Hæstarétti það? Það efast ég mér þykir það mjög ólíklegt. Já, og hvernig finnst þér þetta? Heldur að sé verið að ræða þá sem eru í svona hagsmunabaráttu eins og þú að halda sér á mottunni? Algjörlega, þetta náttúrulega algjörlega gert bara svona sem kælingar aðferð, eða tilraun til kælingar og líka til þess að bæði að eyða tíma og peningum okkar sem hvoru tveggja af skortum skammti og við vildum verja í allt aðra hluti heldur en að verjast einhverju svona rugli sko. Þetta var gert á tímabili við blaðamenn og blaðamenn þá var ég að vinna á svona fátækum vikublöðum og það var mjög þung fjárhagsleg byrði að standa í öll þessu málum. En oft voru þeir sem að stemdu áttu nóga peninga og nógan tíma til að standa í þessu. Já, og allan er það þannig í okkar tilviki, en sem betur fyrir þá í þessu máli þá stóðu nú verkalýðshreyfingin dyggilega á bakvið bæði mig og neytendasamtökin, því að það voru bæði neytendasamtökin og ég sjálfur persónulega sem vorum okkur að stemt í þessu máli sko. Þetta fór vel, en svo fórum við í héraðsdóm og þá féllu 2 mál sama daginn. Já, það var þetta svona sko hluti af þessu vaxtamáli okkar, þar sem við höfum stemt 6 mál í allt, eða ekki? Já, 6 mál sem við höfum stemt, við stemtum bönkunni þegar við erum í 6 málum og þetta eru fyrstu 2 málin sem falla, þetta eru elstu lánin, það er að segja sem voru tekin fyrir 2013 og við höfðum sigur í öðru málinu gegn Landsbankanum en töpuðum gegn Arion banka, en við höfum ákveðið að við munum áfrýja hvoru tveggja, því að þó að við höfum haft sigur þá var eiginlega mjög sérkennilegt sko í máli Landsbankans að okkur voru dæmdar, eða ekki okkur heldur hjónunum sem tóku lánið sem stigu þarna fram fyrir skjöldu fyrir okkur hinn, að þeim voru dæmdar einungis 250.000 krónur að bankin var dæmdi til þess að endurgreiða 250.000 og dómarinn lítur svo á að þessi skilmáli breytileika lánsins, þar að segja að mætti breyta vöxtunum væri ólöglegur, en allir aðrir skilmálar í samningum og þar á meðal vextitin eins og þeir voru upphaflega áttu að standa, og þetta er náttúrulega algjörlega á okkar mati algjörlega út í hött og auðvitað þarf að endurreikna vextina og samkvæmt ströngasta skilningi laga þá á bara að fella niður vexti í svona málum, en við höfum dómafordæmi og lagafordæmi það að í svona tilvíkum ætti seðlabankavextir að gilda eins og var gert í gjaldeyris gengislánum. En ef það er 200 skall þarna, hvað hefðurðu talið að ætti að vera mikið? Ég man ekki alveg hvað við fórum fram á. Einhverja milljónir? Það var minnir þetta hafi verið 6 milljónir sem við fórum fram á að þau fengju endurgreitt. Já, þannig þetta er ekki svona sigur, þetta er svona... Nei, þetta er að hálfu leyti, náttúrulega að við dómarinn er okkur sammála að þarna þessi skilmáli er ólöglegur og auðvitað þetta er náttúrulega með öllum þeim fyrirvara þetta eftir að fara fyrir öll dómstig líka. Áfrýjaði Landsbankinn? Ég býst fastlega við því að hann muni áfrýja sko. En þetta geti farið allar upp í Hæstarétti, ekki? Já, jú, algjörlega, og við erum núna næstu skrifið þessi máli sko, það verður fyrirtaka í Luxemburg fyrir EFTA-dómstólnum í 2 öðrum málum af því að héraðsdómur óskaði eftir ráðgefandi áliti frá EFTA-dómstólnum að hvernig eigi að túlka þessa lagagreina sem umræðir og það virkar þannig að það voru sendar fyrirspurning til allra á EFTA-svæðinu og öllum búið að koma með skilin greinagerð og það voru fyrir utan málsaðila, þar er Landsbankan og okkar fólk, þá skiluðu inn 3 aðilar. Það var annars vegar ESA, eftirlitsstofnun EFTA, framkvæmdastjórn Evrópu og báðir aðilar voru mjög, ég held að ég sé ekkert að skúpa neinu hér eða segja neitt sem ég má ekki segja, þetta eru opinberar upplýsingar, en þau voru mjög sammála okkur í sínum greinagerðum og sérstaklega ESA segir að þetta sé bara hreinlega óheimilir skilmálar en svo var það 3. aðilinn sem var The Kingdom of Norway, norska ríkið líklega hefur kongurinn ekki skrifað þetta sjálf. Nei, en þessi ríkislögumar og hann er á sveif með Landsbankunum öllum á ofurum sem er mjög sérstætt en hugsanlega er hann að verja
það er norska kerfið sem og heldur að það sé sambærileg mál þar? Já, við vitum að það eru sambærileg sambærileg skilmálar þeim sem eru hér, en það skiptir miklu minna máli í Noregi, það sem er svona lágvaxta land, að sveiflur í vöxtum eru kannski frá 2% upp í 2,5 og það er alveg svona en hér erum við að tala um eins og núna erum við með á annan 20% í raunvexti á lánum sem er náttúrulega galið verandi með 10% vexti og svo eða þú ert með verðtryggt lána þá ertu hugsanlega með 12-13% raunvexti. Þetta eru dómstólarnir en þeir eru líka í svona glæpamálum? Já. Það er netglæpum? Það er okkur ekki bara löggan í því, okkur er neytendasamtökin í netglæpum? Það er að því að við teljum að á sumir sem lenda í netglæpum gætu átt endurkröfurétt á bankana. Við teljum að og það er bara með þeim fyrirvara að það hefur ekki reynt á þetta fyrir dómi og við erum að undirbúa núna 2 mál sem við væntanlega bara skilum í næstu viku sem við erum að leggja fyrir úrskurðarnefndum viðskipti við fjármálafyrirtæki þar sem við teljum að bankarnir hafi ekki haft nægilega sterka sannvottun fyrir greiðslu heimildum. Þannig að ef einhver riðst inn í heimabanka minn og tæmir hann, að þá geti ég gert kröfu á bankan eða þetta verja þetta? Í vissum ekki öllum tilvikum, í vissum tilvikum þegar það er ekki sterka sannvottun að ræða og það, kannski einum að flókið að fara út í það hér og nú en þeir sem hafa lent í svona, við bara hvetjum fólk til þess að hafa samband við neytendasamtökin og við getum aðstoða fólk við að koma og allavega að meta það hvort að fólk eigi þennan endurkröfurétt. Getur einhverja hugmynd svona hvað það væri sem að hvernig vondi maðurinn að ná að komast inn í banka minn? Sko, það eru margvíslega leiðir og ein leiðin er DHL svindlið, þar að segja þú fær skilaboðum að þín býði póstsendinga, ekkit endilega DHL pósturinn eða hvað sem er. Ég sendi og spyr er þetta frá ykkur? Já, einmitt. Því þetta er svo algengt Algjörlega, og fólk á einmitt að gera það að taka 2 mínútur og hugsa, heyrðu, er þetta rétt slóð? En og okkar umkvörtun snýst það að þú sendir staðfestu greiðsluna með því að þegar þú færð SMS og skilaboð og það er ekki nægilegt samkvæmt evrópsku evrópska bankaeftirlitinu EBA, að það verður að vera, þú verður að sannreyna að staðfesta í appinu sjálfu að það komi tilkynning og þetta voru lög sem voru sett í gildi hér á Íslandi fyrir meira en ári síðan og það er bara rétt núna í haust sem 2 bankar af 3 innleitt þetta hjá sér og 3. bankin hefur ekki ennþá innleitt þetta að fullu. Þannig að fólk gæti átt möguleika á að eiga endurkröfu á bankana. Algjörlega. Því sem við töpu. En segðu mér, þeir eru svo miklu málaferlum mér minnir að neytendasamtökin séu skítblöng. Hvað fáið peninga fyrir þessu? Við höfum fengið mjög góða stuðning frá verkalýðshreyfingunni og til dæmis í vaxtamáli, þessu vaxtamáli þar sem erum við með stuðning frá Vaffer en líka frá samtökum fjármálafyrirtækja. Það er að segja að við fengum þau til þess að styrkja okkur í til þess að því að óvissa náttúrulega kostar mjög mikið og jafnvel í þessum málum það að hafa þetta hangandi yfir sér í mörg ár kannski er kannski dýrara á endanum fyrir fjármálafyrirtækin heldur en að fá skjóta úrlausn þessara mála og klára þessi mála á 3-4 árum eins og við erum að reyna að gera núna. En ekki til eitthvað sem heitir svona neytendastofa sem er svona opinbert batteri, mætti það ekki standi í ykkur að þessu? Neytendastofa hefur umsjón með, er svona stjórnvald sem hefur umsjón með að lög séu haldin en auðvitað ætti þetta náttúrulega að vera á herðum og þetta er kannski, og þessi dómur í héraði er náttúrulega áfellsdómur yfir FME af því FME hefði átt að hafa þetta á hreinu fyrir okkur neytendur og neytendavernd á fjármálamarkaði á Íslandi er bara í skötu líki og það hafa erlendi sérfræðingar sem hafa verið að taka út seðlabankann bent á að þeir séu með kannski peningalega stjórnun í ágætum farvegi en neytendamálum neytendavernd mætti sinna miklu meiri harðfylgi eða af einhverju harðfylgi skulum við segja því að
og það náttúrulega það sem skapar traust á kerfið og eins og við sjáum í þessum nýlegu mælingum að traustið á bankakerfinu aftur að fara niður og bara í lægðum nánast frá hruni og eina leiðin til þess að skapa traust það að auka neytendavernd, auka tiltrú okkar viðskiptavina bankana, viðskiptavina þessar fjármálakerfi. Því að það sé kerfi sem gert fyrir okkur. Já, það sé ekki bara til þess að sko nýðast á. Algjörlega, það það sem við þurfum að sjá að það þurfa Seðlabankinn verður og FMI verða að taka ákveðin skref til að auka neytendavernd í þessari kerfi. Já. Herðu, segðu mér, nú kjaradeilur og nú horfa allir á verðbólguna og ýmislegt en það annað sem að koma fram bara svona versnandi hagur heimila og þá kannski verstæðari heimila. Það náttúrulega stjórnvöld alltaf að halda fram að heimilin hafið almennt miklu betra. En það að koma fram núna eins og þessi Gallup-könnun sem var bara í vikunni eða ekki, eða rétt fyrir helgi eða í vikunni. Að þeir sem ekki ná endur saman, þeim fjölgar. Já, við náttúrulega verðum vör við þetta. Við verðum vör við dýrtíðina. Fólk að senda okkur ábendingar hækkanir og verulega hækkanir stundum. Bæði í fjármálakerfinu og líka út í búð og fáum bara vikulega og daglega stundum bara ábendingar það. En það raunverulegt var að fólk bara reyndar ekki fólk ekki með neitt frábært verskinn, það oft maður sem að heyri fólk segja að pókin sem að kostaði 9.000 kall í síðustu helgi, hann kostar núna 11.000. Já, nákvæmlega en það náttúrulega svona óstöðuleiki drepur allt verðskinn og það ekki hægt að leggja það á nokkurn mann að muna mjólkurverð yfir einhver tíma því að það breytist svo og það er svo margt og svo hvað segir maður svona óraukarhittan hátt Svo líka það þannig að verðmælingarnar eru á okkur tilteknum vörum og það kannski hreyfast ekki lítið en við hliðina eru vörur sem að rjúka upp í verði Nákvæmlega þannig að það er svo erfitt að mæla sín eigin póka það þyrfti náttúrulega að vera auðveld og einföld leið til þess að fólk geti fylgst með sínum eigin verðhökkunum á sínum eigin vörupóka en það er því mér ekki en við verðum líka að vera við þetta við þessa það að heimili eiga í erfiðleikum með að ná endum saman með því að við sjáum að smálánum að fjölga eða málum sem við fáum sem tengja smálánum að fjölga Það er fólk sem bara getur ekki annað vegna þess að það er búið með penningin og hefur í engin önnur hús að venda heldur en að taka lán hjá ógræðum. Nákvæmlega. Og við höfum dæmum það núna undanförnum vikum að smálánafyrirtæki Núnú að tæma bankareikninga hjá fólki og við teljum það vera ólöglegt og við hvetjum fólk sem hefur lent í því að hafa samband við okkur því að við erum við teljum þetta fara gegn lögum greiðsluþjónustu og að bankarnir séu þá ábyrgir. Að það er ekki hægt að taka út það má ekki heimila að taka út hærri upphæð en svo að viðskiptavinur ráði við hana. Það er að segja, ef þú gerir samning við raforkufyrirtækið þetta, það megi fara inn á reikningiðinn hverju mánuð og taka út 9.000 krónur eða hvað sem rafmagnið kostar, þá er það í lagi, en þú mátt ekki það að veita raforkufyrirtækinu eða hvaða fyrirtæki sem heimild til þess að fara með inn á reikningiðinn og taka ótiltekna upphæð og jafnvel eins og í nokkrum tilvikum sem fólk sem hefur leitað til okkar að bara fyrsta mánaðar er bankareikningur tæmdur þetta má ekki þetta má ekki okkar mati og þetta er bæði ljótt bara á allan þann mælikvarða sem við teljum ljótleika. En getur fólk ekki stoppað þetta? Nú getur þú stoppað það með raforkufyrirtæki, það hætti að vera beingreiðsla. Jú, við teljum það að fólk geti það og að aftur með þeim fyrirvara þá hefur ekki reynt á þetta fyrir úrskurðarnefndinni eða heldur ekki fyrir dómi, en við teljum í þessu tilviki að greiðslu þjónustu veitandinn, þar að segja bankinn, sé ábyrgur. Þannig að fólk þarf ekkert að díla við þetta fyrirtæki, heldur getur bara leita beint til bankans og bankinn þarf svo að gera endurkröfu
á þetta fyrirtæki og eiga við það. Og fær fólk aðstoð við það hjá bankunum? Við erum að hefja þá vegferð. Þetta er svona dæmi að vanta neytendavendina inn í fjármálakerfið. Já, þetta við erum búin að benda á þessa vá frá 2020. Við höfum sendt erindi til FME og sendt erindi til Neytendastofu og báði þessir aðilar kasta boltanum eða þessari heitu kartöflu á milli sín fram og tilbaka og eins og í einhverju ping-pong og Seðlabankinn segir Neytendastofa ber ábyrgð, Neytendastofa segir Seðlabankinn ber ábyrgð, á meðan er fólk að missa aðleiguna sína út af reikningunum, á ekki fyrir leigu, á ekki fyrir mat, á ekki fyrir nauðþurftum. Þetta er náttúrulega bara og eftirlitsstofnanirnar eru í einhverjum borðtennis. Það er ekkert skrítið að traustið sé bara farið í norður og niður sko. Nei. Því miður er það bara þannig, Breki. Það er þannig. Kæra þakki fyrir að koma mjög áhugavert allt saman.